Nú ætlum við að rúlla okkur aðeins í að kíkja á prósentur. Það sem ég ætla að gera hérna er að fara mjög hratt yfir hvernig við gerum þetta. Ef ykkur finnst ég fara á hratt yfir þá getið þið kíkt á myndbönd sem ég gerði fyrir 8. bekk prósentur. Þið sjáðu link yfir í þau myndbönd í lýsingunni hérna fyrir neðan. En þegar við skoðum prósentur þá erum við alltaf að vinna út frá 3 stærðum sem eru hluti, heild og prósentur. Það er hægt að setja þetta upp í þríhyrning. Þríhyrningurinn lítur þá svona út. Uppi er hluti, svo er prósenta og heild. Og ég geri viljandi hlutan með litlu hái, heildina með stóru hái því að hlutin er yfirleitt minni en heildin. Síðan er bara spurning hvað vantar. Í fyrsta dæminu hve mörg prósent eru notuð ef Kári er með 3,5 GB af myndum og 16 GB af minniskorti. Þarna er spurt prósentuna, þá held ég fyrir prósentuna og þá sé ég að þarna stendur hluti deilt með heild. Því að þetta strik hérna er deiling, þetta er margföldun. Þannig að hér á milli er deilingastrik. Þá ger ég einfaldlega 3,5 deilt með 16. Út úr þessu fæ ég 0,21875. Svo færi ég komun 2 svæti, margfalda með 100. 21,9%. Ég vel að gera þetta hérna með einum aukastaf. Hve mikið á hann eftir á öðru korti ef hann er búin að nota 60%. Hann er ekki verið að spyrja hve mörg prósent hann á eftir. Hann er búinn að nota 60% og nú er spurt hlutan því að þetta er 16 GB kort, það tekur ekkert meira, þetta er allt kortið, það er þá heildin. Þetta er prósentan, það er spurt hlutan, það vantar hann. Hérna er sinnum á milli muniði og þegar við setjum prósent alltaf inn, alveg eins og ég breytti tugabrótinu í prósentu áðan, þá þarf ég að breyta þessari prósentu í tugabrót, þannig ég þarf að gera 0,6, má alveg gera 0,6 eða 0,60 sinnum 16 og þá fæ ég út 9,6. Það er það sem hann er búinn að nota. Við viljum vita hvað hann á eftir, það er þá að finna mismunin sem að eru þá svo mikið sem 6,4 GB. Við viljum alltaf hafa sína hvað þið eruð að rekna. Ég hefði getað reiknað þetta aðeins öðruvísi. Ég hefði getað fundið út að ok, ef hann er búinn að nota 60% þá á hann 40% eftir. Hvað eru 40% mikið af þessum 16? Það hefði gert bara strax 0,4 sinnum 16 og ég hefði fengið 6,4 GB strax, ekki þurft að mínusa. Skiptir í raun ekki öllu máli hvora leiðina þið farið, svo seinni er bara styttri. Á síðustu myndin er spurt hve stórt er kortið, það er þá heildin er það ekki, hvað við komum mikið fyrir á kortið í heildina. Þá er þetta hluti deilt með prósentu við höldum fyrir heildina og þá er þetta bara 9,6 deilt með prósentunni í tugabróti sem er það 0,3. Út úr þessu fæ ég 32 GB. Við höldum áfram að vinna með svipaða hluti. Buxur kosta 9.900 og útsölu er gefin 30% afsláttur. Hvað kostar útsölunni? Þegar við erum farin að vinna með svona tölur þá getum við fundið 30% og dregið svo frá. En það er betra að nota eitthvað sem heitir breytiþáttur sem ég sýndi ykkur áðan. Ef ég þarf ekki að borga 30%, þá hvað er ég þá að borga mikið? Jú, ég er að borga 70%. Þá finn ég 70% af upphaflega verðinu sem er þá 0,7 sinnum upphaflega verðið, þetta er nú illa að skrifa hjá mér. Og það eru 6.930 krónur. Finna bara strax með því að nota breytiþáttinn. Hvað er ég að borga þegar ég fæ 30% afslátt? Það eru 70%. Peysa kostar 3.300 eftir að bæta við virðisauka. Á sama hátt áðan var verið að taka burt 30%, þá lækkaði ég úr 100% niður í 70%. En hér er ég að hækka,
því að virðisaukaskattur er alltaf hvað sem bætum ofan á, þá ger ég 1,24 því að 24% ofan 100% er 124% sinnum 3300 og þetta slægi inn í vasareikni og fæ út 4092 krónur. Þegar við reiknum álagningu og síðan virðisauka þá byrjum við alltaf á álagningunni því að við ætlum ekki að leggja álagningu á virðisaukan því að virðisaukin er eitthvað sem fer bara í ríkissjóð. Búðin fær í raun og veru ekki virðisauka, hún tekur hann inn og skilar honum síðan í ríkissjóð til skattsins. Þannig að það er ekki hlut af álagningu búðarinnar. Þannig að við gerum 7890 sinnum 1,6 sem er þá álagningin. Fáum út úr því 12.624 krónur. Svo bætum við virðisaukanum sem er þá sinnum 1,24 og ég fæ út úr þessu svo mikið sem 15.654 krónur sem er þá endanlegt verð á þessum skóm. En þá er þessu lokið.